Kæru vinir, nýlega hef ég lokið við að skrifa nýja bók sem heitir Maðurinn, sálin og mannkynið og er fáanleg á Amazon. Mannsævinni mætti skipta upp í 5 tímabil. Það er að maðurinn er ungabarn, hann er barn, ungur, fullorðinn og gamall. Sálin lifir mörgum sinnum hér á jörðinni og gengur í raun í gegnum þau sömu tímabil. Hún getur lifað mörgum lífum sem ungbarnasál, mörgum lífum sem barnasál, ungsál, fullorðin sál og gömul sál. Það er oft talað gömlu sálinnar en það eru sálir sem komnar eru á gamla skeiðið. Mannkynið gengur í raun í gegnum sömu tímabil sem eru 5 og hvert tímabil er 2000 ár. Þessar mundir er mannkynið að fara frá það sem kallað er unga tímabilið yfir á fullorðna tímabilið. Þessar umbreytingar þær leiða af sér mikið umrót og mikið ójafnvægi í heiminum og heimskerfunum. Eins og áður sagði hef ég nýlokið við að skrifa bók sem fjallar þessar umbreytingar og ástæðu þeirra og hvað það er sem að tekur við að umbreytingunum loknu. Margir bíða í örvæntingu eftir að þetta megi ganga yfir og jafnvægi megi komast á að ný. Það mun gerast þegar að fjöldinn hefur vaknað upp og er tilbúinn að stíga skrefið. Ég ætla að lesa eitt kafla úr bókinni. Kaflinn heitir Eining alls sem er. Mannsævin, för sálarinnar og þroskaferill mannkyns fara í gegnum sama feril eða tímabil á mismunandi tíma. Tímabil mannsævinar gefa manninum ólíka sýn á lífið og tilveruna og viðhorfin, lífsýnin og tíðarandin eru ólík. Það sama á við langan feril sálarinnar sem gengur í gegnum ólík tímabil á försinni í gegnum mörg mannslíf hér á jörð. Síðan koma tímabil mannkyns sem eru stækkuð mynd af för sálarinnar. Þessi ólíku tímabil mannkyns hæfa sálinni misjafnlega. Sem dæmi þá unir unga sálin sér vel á unga tímabili mannkyns sem nú er að ljúka á meðan þetta tímabil hentar fullorðnum og gömlum sálum síður. Öll sú atorka og vinnusemi sem býr í ungu sálinni getur verið krefjandi fyrir gömlu sálina sem óskar sér frítíma og frelsis. En hver sál fær að njóta allra tímabilana sem mannkynið gengur í gegnum og þessi ólíku tímabil gefa hverri sál þann fjölbreytileika sem hún þarf á að halda á langri försinni hér á jörð. Það er einmitt erfiðleikar og átök í lífinu sem þroska sálina áfram og upp á við. Hver reynsla og hver upplifun hverrar sálar er reynsla heildarinnar. Því þegar hver sál hefur lokið sínum jarðnesku lífum, þá sameinast meðvitund hennar við einingu alls sem er og þar með verður upplifun hennar upplifun heildarinnar. Hvert augnablik í lífi sérhvers manns er mikilvæg reynsla fyrir heildina og að lokum Guðs orkuna þar sem allt sameinast að lokum. Hver sál er mikilvæg og engin er merkilegri en önnur. Frá sjónarhorni sálarinnar og Guðs orkunar eru allir jafnir, óháð sálna aldrei. Stéttaskipting, aðgreining og sundrung koma frá egóinu og falska persónuleikanum og eru því mannanna verk og sköpun. Það er margt sem maðurinn nota til að aðgreina sig frá öðrum, kyn, húðlit, þjóðerni, samfélagslega stöðu, trúarbrögð svo dæmi séu tekin. En þetta er allt eðlilegt og er einmitt hluti af tilgangi hins jarðneska lífs fyrir sálina. Það er að upplifa andstæðu sína þar sem allt er eitt. Að lokum mun hver og einn sjá í gegnum þetta að tímabundna blekkingu sé að ræða. Hver sá sem öðlast hefur þann þroska að sjá í gegnum þessa blekkingu hefur öðlast mikinn andlegan þroska sem er merki að hans jarðnesku lífum fari senn að ljúka.
Eitt er að skilja og annað er að meðtaka. Margir telja sig skilja þetta og sjá í gegnum þetta en oft á tíðum er það háð ákveðnum skilyrðum því þetta hefur ekki verið meðtekið til hlítar. Að elska náungan án skilyrða er gott dæmi einstakling sem skilið hefur og meðtekið þetta. Sálin gengur langan veg á þroskaferli sínum áður en þessu er náð til hlítar. Þegar það hefur tekist mun einstaklingur nöðast mikið frelsi innra með sér, hann verður frjáls gegn öllu og öllum og enginn mun raska ró hans né jafnvægi framar. Andleg málefni eru mörgum hulin og einstaklingurinn gengur í blindni í leit sinna tilgangi lífsins og tilverunar. Egói sér til þess að hann haldi sig fjarri þessum hlutum. Því er andlegu þroski hægur og þroskaferli tekur sálina mörg jarðnesk líf. Þetta er allt eðlilegt og er eins og það á að vera. Sá sem hefur skilið og meðtekið að hann er eilíf sál í dauðlegum líkama og hefur skilið að sálin lifi mörgum lífum hér á jörðinni, hefur öðlast mikinn andlegan þroska. Sama á við þann sem skilið hefur einingu alls sem er og hefur skilið að þroskaferli mannkyns er stækkuð mynd af þroskaferli sálarinnar. Sá sem opnað hefur augu sín fyrir sannleikanum og hefur frelsað sálina frá egóinu hefur öðlast uppljómun og hefur þar með lokið sínum lífum sem sál hér á jörðinni. Allt frá því að sálin yfirgefur guðsorkuna og byrjar að líkamnast hér á jörðinni er hún í leit að uppruna sínum og tilgangi. Á langri för í gegnum mörg líf er sálin leitandi og einstaklingunum reynir margar leiðir til að finna hamingju í lífinu. Lengi vel leitar hann utan við líkama sinn að kærleika og hamingju en slíkt er ávallt skilyrðum háð og er ávallt tímabundið. Sálin verður fljótlega meðvituð að það er eitthvað stærra og meira en hið jarðneska líf og trúin á Guð kemur fljótlega til hennar í formi trúarbragða af ýmsu tagi. Þó svo að trúarbrögðin séu ólík þá gefa þau vísbendingu eitthvað meira og eitthvað sem tekur við eftir dauðan. En flest trúarbrögð eru þess eðlis að einstaklingunum leitar út fyrir líkama sinn og hugurinn dregst að einhverju utan að komandi. Sá sem trúir á einhvern og eitthvað er með hugan og athyglina á einhverju sem er utan við eigin líkama. Sá sem ætlar að finna guðsorkuna og hina eilífa hamingju og hina eilífa kærleika þarf að leita inn á við. Læra að tæma hugan og leyfa sálin að koma upp á yfirborðið. Að sameina huga og sál er vegurinn og leiðin til guðsorkunar. Þannig fyllist líkaminn og hjarta af hinu guðlega kærleika sem allir eru í raun að leita að. Sá sem lifir og hegðar sér sem hluti af öllu sem er mun að lokum finna þennan innri kærleika. Þetta er hið sanna sjálf sem býr og hefur ávallt búið innra með hverjum og einum en hefur að mestu verið hulið eða þar til einstaklingurinn er tilbúin að stíga skrefið og hefja leitina að uppruna sínum og hinu sanna sjálfi. Sálin er hluti af guðsorkunni, einingu alls sem er, og sá sem vekur sálina innra með sér mun upplifa hinn guðlega neista innra með sér, neista sem enginn getur frá honum tekið. Þroski hverrar sálar er þroski mannkynsins. Hver sál er mikilvæg í þeirri framþróun og þroska. Hver sá sem eykur andlegan þroska sinn og hækkar meðvitund sína frá lífi til lífs hefur gert sitt af mörkum til að gera heiminn að betri og kærleiksríkari stað. Þegar sálin öðlast andlegan þroska og hækkar meðvitund sína þá kemst hún nær uppruna sínum eða meðvitund guðsorkunar. Þetta gerist í hægum skrefum því lengi vel þá veit maðurinn ekki hver hinn raunverulegi tilgangur lífsins er. Allir eru þó innst inni að leita að uppruna sínum og heimkynnum sem er guðsorkan en lengi vel er þetta manninum hulið. Sálin er hlut af öllu sem er, einingu alls sem er, allt líf og jörðin hefur meðvitund og er einnig hluti af einingu alls sem er. Tíðni og orka jarðarinnar hækka einnig í takt við mannkynið. Það getur verið erfitt fyrir manneskjuna að skilja og meðtaka
að hún í raun eilíf sál í dauðlegum líkama sem hluti af öllu sem er. Hún upplifir sig sem afmarkaðan einstakling innan aðra einstaklinga hér á jörð og oft á tíðum hún í samkeppni og baráttu við aðra manneskjur. Mikil átök geta átt sér stað manna á milli og á stundum mikil illska sem á sér engin takmörk. Hér egóið á ferð sem skapar þessa upplifun og skynjun. Af þessu má sjá og skynja að sálin virðist oft á tíðum afar fjarri uppruna sínum og upplagi sem sannleikur, kærleikur og eining. Sá sem hefur skilið og meðtekið að hann hluti af öllu sem er ekki vondur né illur við náungan, heldur hefur hann öðlast mikinn kærleika og umburðarlyndur og hjálplegur við hann. Slíkur einstaklingur komin nærri uppruna sínum og upplagi. Þegar manneskjan að opna sig fyrir kærleikanum og umburðarlyndi það í fyrstu háð ákveðnum skilyrðum sem síðan hægt og rólega renna af og kærleikurinn verður skilyrðislaus gagnvart sjálfum sér og öðrum. Þannig kærleikur Guðsorkunar. Hann án allra skilyrða. Því fyrirgefning mikilvægur þáttur til að geta skilið óvini sína og þá sem verið hafa illgjarnir og vondir. Með fyrirgefningunni næst skilyrðislaus kærleikur manna á meðal. Mikilvægt að læra að sleppa fortíðinni og læra að fyrirgefa sjálfum sér og öðrum og biðja fyrirgefningu fyrir syndir og misgjörðir fortíðar. Það aldrei of seint að iðrast og ganga veginn heim í Guðsorkuna og að lokum munu allar sálir ganga þann veg en sá vegur þröngur, hlykkjóttur og seinfarinn. Það erfitt að horfast í augu við sjálfan sig og takast á við sjálfan sig og því reynist þessi vegur mörgum erfiður og margir fresta ferðinni þó svo að þeir viti innst inni að þetta hinn eini sanni vegur liggur til eilífs lífs og frelsis. Það þarf mikinn styrk og hugrekki að ganga í gegnum andlega vakningu og opnun en það vegurinn í Guðsorkuna, einingu alls sem er.